Við erum hér til að deila sögu sem þarf að heyra, saga sem krefst athygli okkar og samkenndar. Hún er brýn ákall hjálp, borin fram af manni sem berst fyrir einföldustu mannréttindum. Þetta er ákall frá Asaf Benjamini. Asaf er 53 ára gamall maður, fötlun hans hefur haft djúpstæð áhrif á líf hans og tilveru. Hann er búsettur í Jerúsalem, í hjarta Ísraelsríkis og hefur alla tíð leitast eftir réttlátri og virðulegri tilveru. Þessi saga sem við deilum með ykkur er beint frá honum. Þessi beiðni er ekki ný af nálinni. Hún er endurómur af áralangri baráttu sem náði hámarki í opnu bréfi, skrifuðu 5. janúar 2026. Það er ljóst að tíminn er að renna út fyrir marga sem eru í hans sporum. Þetta er persónuleg og áhrifamikil yfirlýsing sem varpar ljósi á daglega erfiðleika hans. Hún er ákall samstöðu og skilning, sönn vitnisburður líf í stöðugri óvissu og baráttu. Við verðum að hlusta. Kjarninn í vandanum sem Asaf og margir aðrir standa frammi fyrir er skýr og ótvíræður. Yfirvöld í Ísrael neita ítrekað að tryggja lágmarks mannsæmandi tilveru fyrir veikleika í samfélaginu. Þetta er grundvallarvandamál sem hefur gríðarlegar afleiðingar. Þessi afstaða eða öllu heldur skortur á henni hefur áhrif á gríðarlegan fjölda fólks. Fatlaðir einstaklingar, líkt og Asaf, eru ein af þeim viðkvæmu hópum sem verða fyrir þessari kerfisbundnu vanrækslu. Barátta þeirra er oft hljóðlát en ekki síður sár. Einnig verða heimilislausir einstaklingar sem eru án samfélagslegs stuðnings fyrir sömu grimmu örlögum. Þeir eru skýrt dæmi þá sem kerfið hefur brugðist hrapallega. Þetta sýnir mikilvægi þess að við stöndum saman. Veruleiki þessara einstaklinga er erfiður og stöðugur, stundum algjörlega óbærilegur. Dagleg barátta grundvallarþarfir eins og mat, skjól og aðgengi að þjónustu er raunveruleiki sem enginn ætti að þurfa að upplifa. Hvar er samkenndin? Þetta er kerfið sem hefur algjörlega brugðist skyldu sinni við að vernda viðkvæmustu borgara sína. Kerfisbundin vanræksla er rót vandans og hún endurspeglast í örlögum einstaklinga eins og Asafs Benjamini. Við verðum að krefjast breytinga. Heilsufar Asafs fer stöðugt versnandi sem gerir daglega baráttu hans enn þyngri og krefjandi. Þetta er raunveruleiki sem enginn ætti að þurfa að upplifa, sérstaklega ekki án fullnægjandi stuðnings. Ástandið er brýnt. Með versnandi heilsu fylgir óhjákvæmilega aukin fjárhagsbyrði. Kostnaður tengdur ástandi hans fer stöðugt hækkandi sem skapar óbærilegan þrýsting á hann. Þetta er vítahringur sem erfitt er að brjóta. Sérstakur kostnaður vegna læknismeðferða er einn stærsti fjárhagslegi byrðin. Þetta eru meðferðir sem eru lífsnauðsynlegar en oftast utan seilingar. Enginn ætti að þurfa að velja á milli heilsu og fjárhagslegar stöðuleika. Lyfjakostnaður er einnig gríðarlegur en lyf eru nauðsynleg til að halda sjúkdómi hans í skefjum. Án réttra lyfja versnar ástandið hratt sem hefur djúpstæð áhrif á lífsgæði hans. Hvert getur hann leitað? Fjöldi læknisrannsókna sem eru óumflýjanlegar til að fylgjast með ástandi hans leggst einnig þungt á fjárhaginn. Hver einasta rannsókn er viðbótabyrði sem skerðir enn frekar möguleika hans á mannsæmandi tilveru. Þetta er sorglegt. Nauðsynleg hjálpartæki sem gera honum kleift að lifa sjálfstæðari lífi eru oft of dýr. Þessi tæki eru ekki lúxus, heldur grundvallarþörf sem getur haft mikil áhrif á hans daglega líf. Aðgengi að þeim er grundvallar mannréttindi. Stuðningsþjónusta sem er ómissandi fyrir fatlaða einstaklinga er einnig kostnaðarsöm og oft óaðgengileg. Þessi þjónusta myndi létta álagi af honum og fjölskyldu hans og veita þeim þann stuðning sem þau eiga skilið. Hún er lífsnauðsynleg. Því miður eru engar raunhæfar lausnir í boði fyrir Asaf Benjamini í hans núverandi veruleika. Kerfið hefur brugðist honum algjörlega og skilið hann eftir í djúpri örvæntingu. Þetta ástand er ólíðandi og krefst tafarlausra aðgerða. Í gegnum árin hefur hann ítrekað leitað eftir hjálp frá öllum mögulegum aðilum. Hann hefur bankað á allar dyr en oftast hefur hann mætt hörðum vegg af afskiptaleysi og skilningsleysi. Hvar eru þau sem eiga að veita aðstoð? Svörin við beiðnum hans hafa oftast verið kaldlynd og sýna algjöran skort á samkennd. Það er erfitt að horfast í augu við slíkt afskiptaleysi þegar lífið sjálft er í húfi. Þetta er hneisa fyrir siðmenntað samfélag.
Stundum hefur hann jafnvel mætt beinlínis illvilja og fjandskap, sem algjörlega ólíðandi. Að vera mættur með slíkri óvirðingu þegar maður að leita aðstoðar skelfileg reynsla. Enginn á að upplifa slíkt. Beiðni Asafs einföld og mannleg. Hann biður ekki mikið, aðeins það sem hver og einn okkar á skilið, mannsæmandi tilveru og tækifæri til að lifa án stöðugs ótta. Þetta réttur, ekki forréttindi. Hann leitar ekki eftir vorkunn, heldur hagnýtri aðstoð sem getur breytt lífi hans. Vorkunn veitir ekki mat á borðið, né heldur greiðir hún lyfjareikninga. Það sem hann þarf virk og sýnileg hjálp. Sérstök þörf hans liggur í upplýsingum mögulega uppsprettu aðstoðar. Hann þarf að vita hvert hann getur leitað til að finna varanlegar lausnir á vanda sínum. Þekking máttur og í hans tilviki hún lífsnauðsynleg. Hann leitar sérstaklega eftir tengslum við góðgerðarsamtök sem hafa vilja og getu til að aðstoða. Þessi samtök oft síðasta vonin fyrir fólk í hans stöðu. Saman getum við fundið þau. Einnig leitar hann að félagasamtökum sem berjast fyrir réttindum fatlaðra og geta boðið upp á stuðning og ráðgjöf. Slík samtök geta verið ómetanleg auðlind í hans baráttu fyrir virðingu. Hvert stig hjálpar skiptir máli. Einkaaðilar sem hafa getu til að veita fjárhagslegan stuðning eða önnur úrræði einnig mikilvægir. Jafnvel minnstu framlög geta skipt sköpum fyrir einstaklinga í erfiðri stöðu. Hvert framlag mikilvægt. Form þeirrar aðstoðar sem hann óskar eftir fjárhagslegir styrkir. Þessir styrkir myndu gera honum kleift að halda uppi grunnlífsþörfum og lifa með þeirri reisn sem hann á skilið. Þetta aðeins lágmarksbeiðni. Slíkir styrkir nauðsynlegir til að tryggja honum lágmarks mannsæmandi tilveru. Þeir myndu veita honum tækifæri til að einbeita sér að heilsu sinni og velferð í stað þess að stöðugt þurfa að hafa áhyggjur af næsta degi. Tími kominn til að bregðast við. Sérhver upplýsing, tilvísun eða aðstoð, hversu lítil sem hún kann að virðast, getur breytt lífi Asafs til hins betra. Þetta tækifæri okkar til að sýna samkennd og gera raunverulegan mun. Við getum öll verið hluti af lausninni. Gerum þetta meira en bara orðum. Sýnum að við stöndum saman með Asaf Benjamini og ótal öðrum sem glíma við svipaða baráttu. Þögnin ekki valkostur. Verum rödd þeirra sem ekki heyrist.